Já, velkomin á Frelsi TV. Ég að pröfa aftur þennan krana útsendingabúnað. Það sem ég sit hér upp í himninum. En ég var að hlusta í morgun á á Harmagetu bræður. Þeir hafa séð ástæðu til þess að fá yfir dávaldin í heimsókn. Prestin í vísindakirkjunni, gena dávaldinn frá Decode og hann fær svona drottningaviðtal en ég fæ heldur betur alltaf að heyra það, hvað ég er vitlaus og geðveikur eða heimskur og hvað YouTube er hallarisleg. En genavaldurinn, hann staðfestir allt sem ég hef sagt. Frosti stórsnillingur, hann spurði hann, hvernig sérðu þessi DNA og hann talaði mjög öðrum mælingar á einhverju nítríum, efnasamböndum og bla 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 bla. Og svo sagði hann lykilsetninguna sem ég hef alltaf haldið fram. Hann segir, já, svo þarftu náttúrulega að taka svona leap of faith. Það er það sem ég er að segja. Þetta er trú. Þú þarft að trúa þessu bulli sem þessi trúaflokkur er að leggja fram. Og ég er náttúrulega, ég styð trúfrelsi, þannig að fólk má alveg trúa þessu. En það er að sama með Guð og ef þú tala við prest. Hann getur sannað allt í kringum Guð og allt sem við kemur Guði, en svo kemur alltaf að því og þarf að taka þetta leap of faith. Og það er það sem Kári sagði í þessu viðtali í morgun, sem er rosalega merkilegt og staðfestir allt sem ég hef sagt, að þetta eru trúarbrögð. Og síðan fer hann bara að tala um eitthvað annað, hann fer að tala um heilan og fer að bara og Harmagetu bræður leyfa honum það af því að þeir eru í sama trúfélagi. Hins vegar leyfa þeir mér það ekkert, sko. Þið taki eftir því að ég fæ alltaf meðferð heldur en presturinn þeirra, sem er alltaf lagi. Ég meina, maður á að vera kurteis við prestinn sinn, eða ekki. En hins vegar, ef við ætlum að vera í einhverju tali raunveruleikann og hvað er raunverulega að gerast í heiminn, þá þurfum við að átta okkur á þegar verið að blekkja okkur. Síðan spurði Frosti stórsnillingur, spurði dávaldinn, en hvernig gerum við þessar teikningar eða þessar myndir? Hvernig náðu þið myndum af þessu gena spírulum og öllu þessu? Og þá notar hann orðið 3 eða 4 sinnum töfrar. Já, þetta eru svona talna runur og síðan þetta er CGI, þetta er tölvugrafík sem er að presentera. Og með sömu aðferðum þá er þetta sanna tilvist Guðs. Ef þú gefur Guði sama svigrúm og Kári að gena dávaldurinn vildi í morgun, þá getur alveg sanna tilvist Guðs. Þú getur með sömu aðferðafræði þá getur þú sanna tilvist Guðs að þetta er leap of faith og eins og þeir segja, sko, gefðu mér eitt kraftaverk og ég sanna fyrir þér restina. Það er undirstaða vísinda og trúar eða sem þessa trúahópar sem kalla sig vísindasamfélagi eða vísindamenn eða eitthvað slíkt. Hins vegar er, sko, ég meina, trú er ekki alltaf neikvæð, sko. Trú hefur margt gott fram að færa og til dæmis eru menn að tala með þessar vísindalegar aðferðir, vísindaháskóla samfélagsins í dag. Þetta var í öllum klaustrum í gamla daga. Þeir voru fremstu vísindamenn, þeir fundu bruggið og gerið og fullt af svona flottu stöffi sem kom frá klaustrunum, prentvélarnar og hellingur af stöffi. En það sannar ekki kenninguna, sko. Það sannar ekki, ég meina, það er alveg sama hvað er mikið, ég meina, billjónir manna trú á Guð og það er alveg endalaust fólk sem að vinnur við það að tala verk Guðs, hvað Guð er að gera og tala Guð, sko. Ef þú gefur það í upphafi sem ákveðna staðreynd að Guð sé til. Sama gildur genadæmið.
ef þú gefur þér það í upphæfi að þetta sé til, þá fylgja alveg bara heilu bækunar eftir. Maður sjá hvað er mikið að bókum Guð og biblíuna út allan heim og jara. Þannig að þeir harma getu bræður, vini mínir, létu algjörlega taka sig í bóluna. Presturinn þeirra algjörlega keing beygði þá og fekk þá til að mala eins og litla kettlinga, klappa þeim á maganum svolítið og svona. Þannig að passið ykkur á blekkingunum, haldið ykkur við raunveruleikann, nema náttúrulega ykkur líð, ég menna þið vitið í Matrix, það var eitt sem vildi fara aftur tilbaka í lygina, hann þoldi ekki veruleikann, hann var svo leiðilegur. Fólk velur bara það sem það vill. En gaman að þessu. Þeir hringja örugglega í mig aftur og fá að vita hvað ég vil segja um þetta. Ok, takk fyrir. Bye bye.